Góðan daginn og velkomin að Grísará. Í þessari myndseríu þá ætla ég að setja saman lítið módel og sýna hvernig maður getur gert svoleiðis upp úr teikningu. Ekki eftir kitti eða hálf tilbúið eða neitt svoleiðis, heldur ætlum við að gera teikningu og teikningin er hér. Hérna er teikningin. Hérna er myndafinni. Þessi flugvél heitir á ensku Small Wonder og gæti útlegst á íslensku engin furða. Hún er 1170 mm vængkaf og 711 mm skrokklengd. Það sem ég ætla að gera með þessa teikningu er að sýna hvernig maður finnur út hvað maður á að gera. Það er hvernig maður smíðar svona hlut. Á teikningunni eiga að vera útlistaðir og teiknaðir allir partar sem eiga að koma í þetta módel. Og ef þeir eru það ekki, þá þarf maður stundum, og það kemur fyrir, stundum að giska. Og þá ætla ég að sýna hvernig maður fer að því að giska. En módelið er ekkert sérlega stórt. Það er sýnt með glóðarhausmótor, en ég ætla að setja rafmagn í hana. Því að það er auðvelt. Eins eru nokkur atriði sem ég langar til þess að breyta. Ég ætla að sýna þá hvernig og hvers vegna ég fer ekki eftir teikningunni. Fyrsta spurningin í sambandi við svona teikningar er náttúrulega hvar getur maður náð sér í þær. Og í dag er mjög auðvelt að ná í teikningar af internetinu. Það eru nokkrar þjónustur sem selja manni teikningar og ég set í skýringarnar hérna fyrir neðan hvar ég sótti þessa. Næsta spurning er hvaða viður er notaður og venjulega þá er það þannig að ef það er ekki tekið fram úr hverju hluturinn er, þá er hann úr balsa. Á þessari teikningu hins vegar, þá er tekið fram í hvert skipti hvaða efni er. Bara sem dæmi, hérna sjáum við að þetta hérna, þessi stöng, er úr balsa. Í sumum tilfellum, eins og til dæmis hér, þetta er úr krossviði, en það stendur það hérna, ply, krossviður. Næsta spurning í sambandi við efnið er hvaða þykktir þarf og hvað þarf ég mikið af því. Í þessu tilfelli eru þykktirnar afskaplega einfaldar. Að mestu er flugvélin smíðuð úr svona 1/8 eða 3 mm balsa og ég kem til með að tala 3 mm alltaf, þó að standi 1/8. 1/8 er það bil 3 mm, þannig að við bara setjum saman sem merki þar á milli og erum ekkert að spá í munin. Þess að 3 mm balsi er mest notaður og mér sýnist að það sé mjög auðvelt að efna niður í þessa flugvél úr 3 mm balsa. Síðan er notaður balsi sem er 1,5. Á teikningunni stendur 1/16, en 1,5 er það sem við notum hér. Það er notað aðalega í vænginn. Og svo eru stöku bitar, langbitar og langbönd úr 5 mm.
það heitir á teikningunni 3/16 og við getum skorið úr svona 5 mm borði eins og þetta, nákvæmlega það sem við þurfum að því. Þar að auki er notaður smávís af krossviði og þar með er eiginlega upptalið. Það er varla það sé nokkuð annað sem að er í þessu módeli. Þannig að þá ætti að vera mjög auðvelt að ná sér í þessar stærðir. Ég seti upplýsingar hérna fyrir neðan það hvað hægt er að ná í upplýsingar, ná í svona balsavið á Íslandi. Og líka erlendis ef þið viljið. Þá þurfum við að gá að því hvað við þurfum af efni. Og yfirleitt þá er betra að ofreikna heldur en van. Þannig að maður hafi of mikið efni frekar heldur en of lítið efni. Og í þessu tilfelli þá vitum við það að skrokkurinn er settur saman úr 3 mm, stélið er 3 mm, hérna er 3 mm, þannig að það er þó nokkuð mikið af 3 mm. Þannig að ég skrifa hjá mér hérna 3 mm og svo get ég bara mælt hvað það er sem ég þarf. Til að byrja með þá sjáum við að skrokkurinn er 72 cm á lengd, hérna. Og það bil, þetta er allt gróft sko, þá veit ég það að það fer það bil ein 3 mm plata í skrokkleiðina. Þannig að 2 skrokkliðar skrifa ég hérna. Svo er hérna ofan á sem kemur framan á og hérna yfir bakið á henni, þannig að það get ég gert úr einni, það þarf að 2 af hvoru sko. Skrifa hérna bak. Síðan er hér stélflöturinn og hæðarstýrið og stélkamburinn og hliðarstýrið. Þetta tekur alveg örugglega eina í viðbót, þannig að ég skrifa hérna 1 stél. Þannig að, já, og þessi rif hérna, það verður alveg nóg umframefni til þess að gera þau. Þannig að þetta eru þá að minnsta 4 plötur af 3 mm sem ég þarf í þetta. Þannig að ef ég ætlaði að fara út í búð og kaupa þér, þá myndi ég kaupa 5. Alltaf kaupa 1 meira heldur en maður þarf. Síðan er 1,5. Það er 1,5 í skrokknum hérna og hérna undir. Þannig að það er, ég myndi alveg gera ráð fyrir 1 plötu, 2 plötum jafnvel hérna. Þannig að skrifa 1,5 mm skrokkur, setja 2 á það, af því að það fer þó nokkuð mikið í þetta hér og svo er botninn. Síðan er vængurinn og vængurinn er að mestu leyti smíðaður úr 1,5. Við vitum það að hann er í 2 pörtum, þannig að við getum alveg gert ráð fyrir því að frambrúnin og afturbrúnin sé tekin úr 1 plötu. Þetta er hvor vænghelmingur sig er 56 cm, þannig að það er ekki hægt að gera þetta maður nær ekki báðum vænghelmingum úr 1 plötu, þannig að ég gera fyrir 1 hérna ofan, annari að neðan. Það eru þá 2 og svo hérna 1 ofan og neðan, það eru þá 4 vængur. Svo eru ræmur sem við þurfum að skera hérna, náum því alveg úr afgangum
En svo eru rifin og rifið hér, það er úr 1,5 og það þarf 20 svona rif og þetta rif er 17 cm á lengd og alveg 2,5 á hæð. Þannig að við getum alveg gert ráð fyrir því að það fari minnstakosti 1 plata í þetta rif. Að skera 20 svona rif, þannig að skrifa hérna 1 plata í rifin. Þá erum við nú komin með að mestu leyti það sem við þurfum, fyrir utan að hérna er 5 mm krossviður. Þá getum við skrifa krossviður 5 mm og það er líka hérna 3 mm krossviður. 3 mm. Þessar vængfestingar hérna er allar gerðar úr 3 mm krossviði, þannig við þurfum að fá 3 mm krossvið og 5 mm krossvið. Síðan er hérna 1,5, þannig að það er fullt af krossviði, 1,5 mm. En í flestum tilfellum er þetta nú ekkert mjög stór stykki. Þannig að í mörgum tilfellum er hægt að kaupa bara litla búta. Það verður gaman að skoða hvernig þetta módel er smíðað og við förum í gegnum vandlega hvernig við finnum út hvernig við tökum hvern part út úr teikningunni og búum hann til, setjum hann saman og búum og gerum allt eftir kunstarinnar reglum. Ég útskýri hvað merkingar á teikningunni þýða og sýni hvernig ég sker þetta til. Ég sýni líka verkefni, verkfæri og lím og annað sem er notað við þetta. Þannig að hver sem ætti að geta byrjað að smíða sér flugmódel upp úr svona teikningu eins og þessari. Í næstu útgáfu, næstu þætti, ef ég má kalla það, þá byrjum við á því að skoða stélið og búa það til. Þangað til, takk fyrir mig.